lagið saman. Resurrection, hallelujah, His life.
Silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus. I call you and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior.
Jesus. I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave every time I call your Halleluja. Amen. Yndisleg lofgjörð eins og venjulega, algjöru meistarar hérna á sviðinu. Og velkomin á samkomu, velkomin á mótið okkar. Við byrjuðum hér í gærkvöldi á lofgjörð og brauðsbrotningu. Og fyrir mig þetta var alveg magna kvöld, þvílík nærvera Guðs. Þegar við komum saman til þess að lofa hann og lyfta upp hans nafni. Í kvöld ætlum við að halda áfram að lofa Guð, fáum svo orð sem að halda honum til okkar hér í kvöld, hvet ykkur til þess að við erum opin hjarta til þess að taka á móti sem Guð fyrir okkur í dag. Síðan uppáhaldi mitt á mánudaginn, þá samkoma hér sem síðasti dagurinn á mótin okkar og hér verður skýrð. Það það magnaðasta sem ég upplifi í mínum starfi í Guðsríkinu, það þegar að fólk tekur niður dýingaskýrð. Og það konur 4 aðalega sem ætla að vera og það pláss fyrir fleiri. Og ef það Guð að banka á hjarta þitt eða þú hefur ekki tekið þetta skref, þá hvetið þig til þess að gera það. Til betri dagur og betri tíð heldur en núna, heldur en að stíga þetta skref. Farið niður dýingaskýrð á páskun, taka skrefið til fulls. Fara ofan í vatninu, rísa upp sem ný sköpun í honum. Amen. En við ætlum að vera vantandi fyrir kvöldið og við skulum byrja á því að biðja saman, við ekki að rísa öll á fætur. Og það líka alla við þeim hópi sem ég þjóna mikið til og þá kvíði og ótti fyrir þessum dögum sem eru núna, þessum fríum. Og við skulum biðja fyrir því og ef þú ert hér inni í dag og ert að upplifa kvíði eða ótta í þínu lífi, að takta á móti sem Guð fyrir því í kvöld. Öll þau vandamál erfiðleikar sem erum berjast við. Filippíbréfið talaði það á mjög skýran hátt að við bara lyftum því upp til Drottins og þá mun friður Guðs sem aðri öllum skilningi varðveita hjarta okkar og hugsanir hérna í litlu bauninni sem alltaf verða að þvælast fyrir okkur. Amen. Faðir, við bara lofum þig fyrir náðinn og visku. Við þökkum fyrir Drottinn þessa dag. Við þökkum þig fyrir hjálpræðisverkið. Við þökkum fyrir Drottinn að fórst á krossi fyrir okkur. Til þess að deyja fyrir syndir okkur og sjúkdóm. Allt Drottinn minn sem við erum að berjast við. Naglarnir sem keyrðust gegna holdin var fyrir krabbamein, fyrir alls konar sjúkdóma, alkohólisma, sama hvað þið Drottinn. Þá dóstu fyrir okkur Drottinn. Dóst í okkar stað og við þökkum fyrir það Drottinn minn. Við biðjum Drottinum að í kvöld megum við taka á móti meira af þér Drottinn, fylla hjarta okkar af þér Drottinn, meira af þínum heilaga anda Drottinn minn, að þú megi Drottinn tala til okkur hér í kvöld Drottinn. Byggðu undir trú okkar í kvöld Drottinn, ekki þessi daga Drottinn minn, bestu dagarnir þess að byggja undir trú okkar Drottinn, halda áfram með þér Drottinn, taka trú að skrifa yfir í fullvissuna Drottinn, hver þú ert Drottinn minn, að þú grípur alltaf inn, þú ert alltaf til staða, þú gengur með okkur alla tíð, alltaf að eilífu. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Það gott að byggja undir svona trúar fullvissun okkar á svona dögum þegar við komum saman. Vitið það eitthvað magic sem gerist ef við komum svona saman. Svona stór hópur að lofa Guð saman. Það sem við leysum við það sem Guð leysir út fyrir okkur. Gjafirnar og allar þessar stórkostlegu hluti sem Guð fyrir líf okkar og fyrir líf þitt. Allir eiga þjónust inni hjá Guði. Allir eru markaðir í ykkur þjónustu. Tökum á móti fyrir líf okkar í Jesú nafni. Og mér langar líka að við tökum samskot, pósinn aftast og látum baukana gangast. Það voru margir sem komu til mín og vildi endilega fá að borga fyrir matinn og tækifærið. Guð elskar glaðan gjafara. Halleluja. Ég veit ekki hvað hann gerir við hérna. En þetta var nú smá grín, sko. Þetta nú haft eftir yndislegum bróðir Gunnar Þorsteinsson. Hann sagði þetta mjög oft á samkomum. Guð elskar glaðan gjafara, hann elskar alla menn. Í Jesú nafni, amen.
Kynslóð eftir kynslóð, krjúpa mun í lofgjörð, lofar alveg látlaust lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfá senn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn lofar öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn lofar öllu syngur himins helgur, allt sem skapað helgur, hátt upp hafið helgur og þú sem frið og frelsi og fyrirgefni fannst, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Og þú sem frelsi hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Við lofum alveg látlaust og amen, syngur himins helgur, allt sem skapað helgur, hátt upp hafið helgur heyrðu lofsönginn helgur, hittum konunginn helgur, þú aldir Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það lofar öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn lofar öllu þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn lofar
sér hvert dag ég í hendi þér sér hvert morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, Jesus. Allt mitt líf þá get ég treyst á þig, hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig og þá mig nótt þú nær mér en aðrir og ég þekki þig sem föður ég þekki þig sem vin Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price
cross you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Son of God, darling of heaven, crucified. Jesús, að nafni Jesús. Worthy is the Verðugt er þitt nafn, drottinn Jesús. Verður er þú lofsönsonar, drottinn Jesús. worthy is the Lamb. Halleluja, Jesús, við skulum syngja þetta einu sinni. Worthy is the Worthy is the Lamb. Lifted up, Jesus, of God. darling of heaven. Jesus, Jesus. Við lofum þig í kvöld, Jesus. Lyftum upp þínu nafni, Jesus. Verður ert þú lamb Guðs. Verður ert þitt nafn, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þína nærveru hér í dag. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér, að þinn andi er hér, drottinn Jesus. Ég þakka þér fyrir að þú segir þín orðið það sem að 2 eða 3 eru samankomnir, þar ert þú mitt á meðal. Ég þakka þér fyrir nærveru þína hér í kvöld, drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir þá hluti sem þú ætlar að gera í lífum okkur í kvöld, drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir að þú ætlar að setja fangana frjálsa, Jesus. Þú ætlar að lækna þinn sjúka, drottinn. Þú ætlar að snerta við okkur í kvöld, drottinn Guð. Þú ætlar að fylla okkur að þér að þínum anda í kvöld, Faðir. Halleluja, Faðir. Og við bara lofum þitt nafn. Við þökkum þig fyrir verkið sem þú vannst á krossinum, Jesus. Að þú dóst fyrir mig, þú dóst fyrir okkur og þú dóst fyrir mannkynið. Til þess að við mættum koma fram fyrir þig. Til þess að við getum komið og lofa þitt nafn. Til þess að við getum komist inn í heiminin, drottinn Guð. Eignast eilíft líf með þér, Jesus, á himnum. Halleluja, Faðir. Ó, drottinn Jesus, ég bara þakka þér fyrir þetta óeigingarna skref sem þú tókst. Að koma niður sem maður. Leggja það til hliðar að vera Guði líkur. Taka á þig þjónsmynd og stíga á krossin þar sem þú tókst syndir mannkyns á þig, Jesus. Af því að þú elskaðir, því svo elskaði Guð heiminn. Af því að þú elskar okkur, Jesus. Og við viljum lofa þig í dag. Við viljum lofa þitt nafni, Jesus. Lyftum þínu nafni í dag, Jesus. Halleluja, við lofum þig. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Gott kvöld. Takk, Benni. Og verið hjartanlega velkomin á páskamót Vegarins og United. Þessi kirkja, Vegurinn, við erum kirkja sem að elskum Guð. Númer 1, 2 og 3. Og við elskum fólk. Við elskum fólk. Við elskum fólk. Jesús kom og dó á krossinum fyrir fólk. Fyrir mig og fyrir þig. Og við hættum ekki að fara út með fagnaræðið fyrir við sjáum alla menn komast til trúar á nafni Jesú. Við viljum sjá Ísland fyrir Krist. Á meðan að ennþá er einn sem ekki þekkir Jesú, þá höfum við verk að vinna. Ég og þú. Amen. Halleluja. Hvað eru margir sem voru hér í gær? Við áttum frábæra stund í gær, þar sem við lofuðum nafni Jesú, við brutum brauðið og við myndumst þess sem að hann gerði á krossinum fyrir okkur. Það sem að tók syndir okkar á sig í okkar stað. Að það var fyrir krossdauða hans sem við höfum aðgang að Guði. Það var fyrir krossdauða hans sem við eignumst eilíft líf. Og það er það sem við myndumst í gær þegar við komum hér saman, lofuðum hans nafn og brutum brauðið. Og þetta var yndisleg stund.
Halleluja, við viljum að halda áfram. Það er svo æðindist að vita að Guð hefur alltaf upp á nýtt fyrir okkur. Er það ekki? Hann vil taka okkur frá dýrð til dýrðar. Hann vil gefa okkur meira í dag heldur en við höfum í gær. Meira á morgun heldur en við höfum í dag. Að við lærum að þekkja hann meir og meir. Hann vil draga okkur nær sér og nær sér og nær sér. Amen. Og ég er búin að vera að hugsa hvað ég ætti að tala í kvöld til eitthvað. Og það sem hefur verið bara svona fast í huga mér, það er þessi laugadagur. Þessi laugadagur sem er mitt á milli föstudagsins langa og páskadag. Dagurinn í dag. Laugadagur. Og það er ekki mikið talað um hennar laugadag í Biblíunni. Sára lítið talað, það eru örfá vers sem að tala beint um þennan laugadag. Og þau tala helst um það að konurnar sem fylgdu Jesú, þær héldu kyrru fyrir. En ef maður les það sem skýður í kringum þennan dag, söguna hann í kring, þá fær maður kannski aðeins mynd af því hvernig þessi dagur hefur getað verið. Og ég vil byrja söguna á 50. kvöldi. Í síðustu kvöldmáltíðinni. Það sem Jesús og lærisveinarnir, þeir sitja saman og borða þessa síðustu kvöldmáltíð. Þeir brjóta brauðið og Jesús talar til þeirra og segir þeim það sem mun verða. Og það segir í Matthíus og Guðspjalli 27. kafla, vers 31, þá segir Jesús við þá: á þessari nóttu munu þið allir hafna mér, því að ritað er: ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. En eftir að ég upprisin mun ég fara á undan ykkur til Galileu. Þá segir Pétur: þótt allir hafni þér, skal ég aldrei hafna þér. Jesús sagði við hann: sannarlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar myndu 3 afneita mér. Og Pétur svarar: þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisveinarnir. Hugsaðu ykkur orð Jesú: þið munu allir hafna mér. Allir. Og þú, Pétur, þú munt afneita mig 3. Og lærisveinarnir byrja allir að segja: nei, 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 Jesús, ekki ég, ekki ég. Og Pétur hefur hæst: þó ég ætti að deyja með þér, þá mun ég ekki afneita þér. Lærisveinunum, þeim datt ekki til hugar að þeir ætti eftir að snúa baki við Jesú. Það var svo fjarri þeim. Jesús var drottinn í þeirra augum. Kristur, sonur hins lifandi Guðs, hafði Pétur sagt. Í augum þeirra var hann konungur gyðinganna. Nokkrum dögum fyrr þá komu þeir inn í Jerúsalem og fólkið hylti Jesú sem konung. Það lagði föt sín á jörðina og trjágrænar við fætur hans. Og það var eins og Jesús gengi rauðan dreigilinn svo þau lagði fyrir konunga. Og fólkið hrópaði: Hósanna, syni Davíðs. Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstu hæðum. Jesús var þarna hyltur sem konungur. Og lærisveinarnir héldu að Jesús væri kominn til að leysa Ísrael undan Rómverjum. En viti, Jesús var kominn til að gera svo miklu, miklu meira. Jesús var kominn til að leysa allt mannkinn undan syndinni. Amen. En þeir skildu það ekki. Þeir sáu það ekki. Þeir sáu bara kringumstæðuna sem þeir voru í. Kringumstæðuna sem að Ísrael veri í. Að Rómverjar réðu í landinu. Og fólki beið eftir nýjum konungi gyðinga. Konungu sem átti að leysa Ísrael undan oki Rómverja. Og þeir héldu að Jesús væri þessi konungur. Konungurinn sem að þjóðin beið eftir. Þessum konungi ætluðu þeir að fylgja. Þessum konungi myndu þeir ekki snúa baki við. Þessum konungi voru þeir tilbúnir til að gefa lífi fyrir. Nokkrum klukkutímum síðar, ekki nokkrum dögum, ekki nokkrum vikum, ekki nokkrum mánuðum, nokkrum klukkutímum síðar eru þau staddir í Getsemanigarðinum, þar sem þeir eru á bæn, og flokkur frá æðstu prestunum og öldungunum birtist, vopnaði sverðum og bareflum og með Júdas fremstan í flokki. Þeir voru komnir til að taka Jesú.
Og Jesús segir, eru það að fara með mér, eru það að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig. Og þeir handtaka Jesú. Og þessi hraustu menn, lærisveinarnir, hvað gera þeir? Lærisveinarnir sem ætluðu að fylgja Jesú út í dauðan. Nokkrum tímum fyrr ætluðu að fylgja hann út í dauðan. Það segir í Mattheusar Guðspjalli 27. kafla, vers 56. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu. Þeir yfirgáfu Jesú og þau flýðu. Láta þessu hverfa. Skilja Jesú eftir einan. Pétur, sem lét hæst í sér heyra, fylgdi á eftir í fjarlægð. Fylgdist með bara til að sjá hvað myndi verða Jesú. Og hann spurður þrisvar sinnum, ert þú ekki einn af þeim? Ert þú ekki einn af þeim sem fylgir Jesú? Nei, ekki ég. Nei. Þrisvar sinnum afneitar hann Jesú. Það farið með Jesú sem glæpamann. Hann niðurlægður, hættur, laminn, húðstrýktur. Það hrækt á hann, þyrni kórunur þrýst inn í höfuð hans. Og hann dæmdur til dauða á krossi. Hryllilegur dauðdagi. Var það svona sem átti að fara með konung gyðinga? Var það svona sem átti að fara með frelsaran sem búið var að bíða eftir? Var það svona sem að ganga þeirra með Jesú átti að enda? Og lærisveinarnir þeir fara í félur og laugardagurinn rennur upp og þeir átta sig betur og betur á því sem að gerst hafi. Jesús drottinn þeirra, meistari þeirra sem þeir eru fyllt eftir í 3 ár. Þeir myndu ekki framar sjá hann. Og núna var líf þeirra í hættu. Og þessi dagur var markaður myrkri. Það ríkti þögn, óvissa og ósvaraða spurningar. Og ég var að hugsa með hann á laugardag. Getur þetta verið mynd upp á okkar líf? Myrkrið í lífum okkar, sorgina, spurningarnar Guð. Hvar ertu Guð? Af hverju þarf ég að gangi gegnum hennar sársauka? Jesús, áttir þú ekki að leysa mig? Jesús, ert það ekki þú sem áttir að lækna mig? Og svo oft þá leyfum við þessum hugsunum að fylla hug okkar. Við leyfum að magnast upp og stundum endar á því að við tökum sömu ákvarðanir og lærisveinarnir sem snýru bakið í Jesú. Við snúum bakið í kirkjunni, hættum að lesa Biblíuna, hættum að biðja, hættum að fylgja Guði, við snúum bakið í Jesú. 2 af þeim sem að fylgdu Jesú, þeir ákvaða að flýja Jerúsalem. Fara bara eitthvað annað, fara að gera eitthvað allt annað. Og leið þeirra, hún lá til Emmaus, sem 11 kílómetra fjarlægð frá Jerúsalem. Það svona sirka jafnlangt og héðan og upp í Mosfellsbæ. Þeir vildu komast eins langt í burtu og þeir gátu. Veröld þeirra, hún var hrunin. Það var búið að krossfesta Jesú, hann var komin í gröfina, hann var dáinn, hann sem átti að frelsa Ísrael. Og svona getur lífið verið hjá okkur. Það kom upp erfiðleikar og við spyrjum, hvar ertu Guð? Guð, ertu raunverulegur? Eða er þetta bara saga í bók sem var skrifuð fyrir langa löngu sem á ekki við mig í dag? Og stundum tökum við þessa ákvörðun, er ekki bara best að fara? Er ekki bara best að fara að gera eitthvað annað? Lærisveinarnir voru búin að fylgja Guði, eða Jesú, í 3 ár. Þeir höfðu síðan gera kraftaverk eftir kraftaverk. Þeir hlustuðu á hann kenna Guðsríkið, hann kendi þeim að biðja, hann sendiði út 2 og 2 til að gera sömu verk og hann gerði. Samt þegar þeir stóðu frammi fyrir þessari stöðu, að þú var búið að handsama Jesú,
það var búið að krossfesta hann og hann var dáinn og lá í gröfinni, þá efuðust þeir allt það sem að gerst hafi. Þeir efuðust allt sem þeir hefðu upplifað, allt sem þeir hefðu séð, allt sem þeir hefðu heyrt Jesú tala og þeir vissi ekki hvað þeir átt að gera. Þannig að sumir flúðu burtu meðan aðrir fóru í félur. Þeir óttuðust líf sitt. Þetta það sem við sjáum þegar við lesum þessa atburði, og laugadagurinn, það hefur verið erfiður dagur. Það reyndi á og óvissan var yfirþyrmandi. Og ég spyr, hvað gerum við þegar erfiðleikarnir koma upp í lífum okkar? Þegar það reynir á, gefumst við upp? Leifum við efasemdunum að leika lausum hala í hug okkar? Efumst við allt sem við höfum upplifað og séð? Efumst við allt það sem við höfum lært Guð, hans orð? Snúum við baki við Jesú? Eða höldum við fast í hans loforð? Það eitt annað sem að gerist þennan dag, þennan laugardag. Og það í raun ítarlegasta frásögnin það sem að gerist þennan dag. Heil 5 vers. Og það segir í það Mattheusar Guðspjall 27. kapli vers 62. Næsta dag, hvíldardaginn, þannig að föstudagurinn var liðinn, það var búið að krossfesta Jesú, það var búið að taka niður á krossinum, það var búið að leggja hann í gröfina, og þá var komið laugardagur. Og þennan dag þá gengu æðstuprestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi: eftir 3 daga rís ég upp. Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til 3. dags, ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: hann risinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: hér hafið þið varðmenn, farið og búið svo tryggilega sem besti kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsugluðu steinin með aðstoð varðmannana. Æðstuprestarnir og farisearnir, þeir fengu varðmenn til að innsigla gröfina og standa vörð gröfina, af því að þeir vildu ekki að lærisveinarnir kæmu eða einhver annar og tæki líka með Jesú. Og það sem að mér þykir svo merkilegt í þessum versum það að þeir vissu að Jesús hafði sagt að hann myndi deyja og hann myndi rísa upp. Þeir vissu hvað Jesús hafði sagt og þeir óttuðust það. En á sama tíma eins og lærisveinarnir hafi annaðhvort ekki heyrt í Jesú eða ekki tekið mark á því, ekki trúa því. En Jesús var búinn að segja þeim hvað myndi gerast. Hann var búinn að segja þeim að hann yrði líflátinn og hann var búinn að segja þeim að hann myndi rísa aftur. Hann segir í Markusi 9:31: Jesús sagði þeim: mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann. Svo segir hann: en eftir 3 daga mun hann rísa upp. Síðan segir, og þá er að tala lærisveinana, en þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir skildu ekki hvað Jesús var að tala Þeir skildu ekki þetta að hann yrði framseldur í mannahendur. Þeir skildu ekki að hann ætti að deyja. Þeir skildu ekki að hann ætti að rísa upp. Og þorðu ekki að spyrja hann. Settu þetta bara til teppið hérna, nú er Jesús eitthvað aðeins að ruglast. Það getur bara ekki verið að þetta eigi eftir að gerast. En æðstuprestarnir og farisearnir, þeir vissu hvað Jesús hafði sagt. Og þeir gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir það að Jesús komist með einum eða öðrum hætti úr gröfinni. Þeir ætluðu ekki að standa frammi fyrir því að þeir eru útskýraði fyrir einhverjum öðrum hvernig Jesús var komin út úr gröfinni. Og þeir innsigla gröfinni með merki Rómverja. Og hver sem myndi rjúfa þetta merki átti að hætta að vera líflátin. Og þeir fá varðmenn til að vaka yfir gröfinni.
Vitið þið að við eigum óvin sem vinnur alveg eins og æðstu prestandi gerðu. Djöfullinn, hann vill loka fyrir lofur Guðs til þín. Hann vill helst að við heyrum ekki það sem að Guð hefur að segja. Hann vill helst að við skiljum það ekki. Hann vill að við trúum honum alls ekki og hann vill láta að líta ómögulega út fyrir okkur með því að innsigla það. Er það sagt að Guð hafi sagt, sagði hann við Evu. Og hann snýr út úr orðum Guðs. Og þegar við stöndum fram fyrir erfiðleikum, þá byrjar hann að sá efasemdum í hug okkar. Er orðans virkilega satt? Hvað er Guð núna? Það þýðir ekkert að fara á hné núna og biðja. Hann heyrir örugglega ekki í þér. Hver ert þú eiginlega að halda að Guð mæti þínum þörfum? Af hverju ætti Guð að svara þínum bænum? Þú sem ert alltaf að gera það sem er rangt. Þú sem ert alltaf að falla, alltaf að bregðast honum. Af hverju hann að svara þér? Og þessar raddir byrja. Og við leyfum huganum að fara á flug. Og hann reynir að innsigla lofar Guðs til þín. Halda þeim frá þér. Þannig að þú hættir að treysta honum. Þú hættir að snúa þig til hans. Og lokumst að snýrðu baki við honum. Þú fer að treysta þitt eigið ágæti. Og fer jafnvel að kenna Guði það sem að er í gangi í þínu lífi. En vitið þið, við höfum forskot á lærisveinana. Við höfum biblíuna. Við höfum orð Guðs. Við vitum hvernig sagan endar. Við vitum að á 3. degi reis Jesú upp frá dauðum. Við vitum að steininum var rúllað frá. Við vitum að það voru engin innsigli sem gátu haldið aftur honum. Við vitum að dauðinn gat ekki haldið aftur honum. Að Jesús sigraði dauðan og hann lifir í dag. Og það er ekkert svo stórt í þínu lífi að hann getur ekki mætt þér. Það er ekkert í þínu lífi sem að Jesús lætur sér ekki andum af því að hann elskar þig. Jesús mætti lærisveinum sínum og eins vill hann mæta þér. Jesús mætti þessum tveim sem voru á leiðinni til Emmaus. Hann mætti konunum sem komu til að smyrja hann. Hann birtist þeim öllum og sagði, sjáu þið sál mín. Og þeir fengu að sjá að hann var sannarlega upprisinn. Og vitið þið hvað gerist þá? Þá fylltust þeir á trú. Núna þegar þeir höfðu séð Jesú Krist upprisinn, þá eru þeir óstöðvandi. Núna voru þeir virkilega tilbúnir til að ganga í dauðan fyrir Jesú. Nú var ekkert sem fekk þá til að afneita honum. Núna var ekkert sem fekk þá til að snúa baki við honum. Og þeir fóru út allan heim og boðuðu fagnaðarerindið. Vitið, Jesús vill mæta þér á þeim stað sem að þú ert. Á hvaða leið sem þú ert. Hvort sem þú ert á leið frá honum, hvort sem þú ert í felum, ef þú ert að berjast við eitthvað. Hvort þú upplifið einan eða eina, skiptir ekki máli hvað það er, skiptir ekki máli hvar þú ert. Jesús vill mæta þér. Ekki láta kringumstæður þínar snúa þér frá Guði. Snú þú þér til Guðs, mitt í þínum kringumstæðum. Páll segir í Filippibréfinu, verið ekki hugsjúk neitt. Ekki hafa áhyggjur af neinu. Heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Snúður til hans mitt í þínum kringumstæðum. Segðu honum frá því sem þú ert að berjast við. Lyftu bænuðinum upp til hans. Og þá segir að friður Guðs sem ræður í öllum skilningi mun varðveita hjört ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að það ef við snúum til hans í stað þess að hlaupa frá honum, þá mun hann gera það sem ég get ekki gert. Þá mun hann gera það sem þú getur ekki gert. Þá mun hann gera það sem aðeins hann getur gert.
fyllt líf þitt af sínum frið. Og þegar við upplifum þennan laugardag í okkar lífi, þar sem allt svart og óvissan ríkir í líf okkar, að þá getum við verið fullviss að Jesús, hann lifir og hann starfar. Að mitt í sorgum okkar, þá getum við vitað að Guð til staðar. Á meðan við bíðum eftir honum, þá vitum við að Guð hefur ekki gleymt okkur. Heldur elskar hann okkur og hann kemur líf inn í okkar kringumstæður. Látum ekki mótlætið ýta okkur frá Guði. Snúum okkur til hans og lyftum öllu því sem við erum að berjast við til hans. Og ég vil, ef það einhver á þessum stað í dag, að þú átt í baráttu við einhverja hluti, og það getur verið svo margt sem við erum að berjast við. Við getum verið að berjast við sjúkdóma, við getum verið með fjárhagserfi áhyggjur, húsnæðis vandamál. Börnin okkar geta verið í einhverju ástandi sem við myndum óska þess að það væri ekki. Foreldrar okkar geta verið í ástandi sem við myndum óska þess að það væri ekki. Við getum verið að berjast við alls konar hluti. Og ég vil hvetja þig í dag að lyfta þig til hans. Lyftum þig upp til hans. Og þú veist kannski ekki hvort að Guð með þér. Kannski efasemdir í þínu lífi að Guð virkilega vilji mæta þér. En þá vil ég segja við þig að hann hér í dag til þess að mæta þér. Hann þráir að grípa inn í þitt líf. Hann þráir að tala inn í þitt líf. Hann þráir að umbreyta þínu lífi. Hann þráir að taka frá dýr til dýrar. Hann þráir að koma með lækningun í þitt líf. Hann þráir að koma með lausnin í þitt líf. Hann þráir að mæta þér þar sem að þú ert. Sama á hvaða leið þú ert, sama hvar þú ert staddur í dag. Þú ert hér á þessari stundu og hann hér á þessari stundu og hann þráir að mæta þér. Þannig ég ætla að biðja ykkur, ef þið eru á þessum stað, að þið eru að berjast við eitthvað í lífinu, stöndum upp saman og lyftum því upp til hans saman. Biðjum saman að hann grípi inn í þitt líf. Ég vil gera það. Rísum á fætur. Drottinn Guð, við bara komum fram fyrir þig, Drottinn. Og við lyftum til þín, Drottinn Guð, þessum hlutum sem við erum að berjast við, Drottinn Guð. Þú þekkir okkur eitt og sérhvert. Þú veist á hvaða stað við erum í lífinu, Faðir. Þú veist hvort við trúum á þig og treystum þér. Þú veist hvort við sem efasemdir. Og ég bið að grípa inn í líf okkar í dag. Ég bið að snerta við lífum okkar í dag, Drottinn. Og ég bið að koma með bænasörinn í líf okkar í dag. Í dag þá hrópum við til þín, Jesús. Í dag þá snúum við okkur til þín, Jesús. Í dag þá lyftum við upp bænaröfnum okkar til þín, Jesú. Og við tegjum okkur til þín og við viljum snerta við klæðaföld til þínum, Jesú. Við viljum hrópa á þig, Jesús. Komdu með lækningun í líf okkar. Komdu með lausnin í líf okkar, Drottinn Guð. Komdu með endurlausnin í líf okkar, Faðir. Komdu með börnin til okkar aftur, Jesús. Við bara hrópum á þig, Jesús. Gerðu það sem aðeins þú getur gert, Drottinn. Komdu með kraftaverk. Komdu með kraftaverkin í líf okkar. Umbreyttu líf okkar, Drottinn Guð. Taktu okkur á nýjan stað, Drottinn Guð. Taktu okkur frá dýr til dýrða, Drottinn Guð. Lyft okkur upp úr volæðinu. Lyft okkur upp úr, Drottinn Guð, pittinum sem við liggjum í. Og taktu okkur á nýjan stað og betri stað með þér, Jesús. Og ég bið að fylla okkur af þínum frið, Drottinn Guð. Fyllt okkur af þínum frið á þessari stundu, Faðir. Drottinn Guð, taktu óttan í burtu. Taktu óttan í burtu og fyllt okkur af þínum frið, Faðir. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja, Faðir. Jóhannesar Guðspjall 3:16 segir: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
Vitið, páskarnir þeir snúast kærleika Guðs til þín. Þeir snúast kærleika Guðs til þín og mín. Af því að Guð elskaði heiminn, þá sendi hann son sinn, Jesús, til þess að deyja fyrir syndir okkar. Til þess að við, ég og þú, mættum lifa, eignast eilíft líf. Við höfum nefnilega öll brotið á okkur. Við höfum öll brotið gegn Guði. Og Rómverjabréfið segir, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Ég hef syndgað og þú hefur syndgað. Við höfum öll syndgað, við höfum öll brotið hans lögmál. En síðan segir hann, og Guð réttlæti þá án þess að nokkur verðskuldi það. Af náð með endurlaust sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóð hans sem sáttar fórn þeim sem trúar. Við höfum öll syndgað gegn Guði og við þurfum öll á hans dýrð að halda. Við þurfum öll á náð hans að halda. Og vitið, það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem rann á krossinum að við erum gerðir réttlátt í augum Guðs. Af því að Jesús tók syndir okkar á sig. Hann tók út dóminn í okkar stað. Borgaði fyrir okkar afbrot, fyrir mín afbrot, fyrir þín afbrot, allt sem að ég hef gert rangt, allt það sem þú hefur gert rangt, tók hann á sig. Án þess að við verðskulduðum það. Það er ekkert sem við höfum gert og það er ekkert sem við getum gert til þess að eiga þessa sáttafórn skilið. En það er bara því að Guð elskar okkur, að því að Jesús elskar okkur, að hann fór á krossinn og tók syndur okkar á sig. Og við getum komið fram fyrir hann og tekið á móti þessari gjöf sem hann vil gefa öllum mönnum, fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Og það er svo yndislegt að við þurfum ekki að gera neitt. Það er ekkert sem við þurfum að gera til þess að vinna okkur inn þessa gjöf. Af því að þetta er frí gjöf. Þetta er gjöf sem að rétti til þín. Taktu á mótinni, taktu á mótinni. Það eina sem við þurfum að gera til að taka á móti þessari gjöf er að trúa. Trúa. Það segir í Rómarbréfinu 10. kafla versi 9, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og þú trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, þá verður þú hólpinn. Þá verður þú hólpinn. Og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að játa með munn okkar. Tala það út. Jesús er drottinn. Og við þurfum að trúa hann. Trúa á nafn hans. Trúa að hann sé lifandi í dag. Og við opnum hjarta okkar. Opnum líf okkar fyrir honum. Hleypum honum inn og tökum ákvörðun að fylgja honum. Og ef að þú þekkir ekki Jesú, ef þú hefur aldrei tekið á móti honum inn í þitt líf, þá vil ég gefa þér tækifæri til þess núna í kvöld. Að þá vil ég fá að biðja með þér stutta bæn. Það sem þú biður hann að fyrirgefa þér. Það sem þú biður hann að koma inn í líf þitt og ákveður að fylgja honum. Halleluja. Við skulum biðja öll saman. Og ef þú vilt gera þessa bæn að þinni bæn í dag, byttu hann út. Ég hveti til að taka þetta skref. Þetta er besta ákvörðun sem við getum tekið í göngu okkar, í gegnum lífið. Að taka ákvörðun að fylgja Jesú, þessum Jesú sem að dó á krossi fyrir þig, af því að hann elskar þig. Við skulum biðja saman. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst í heiminn fyrir mig. Þú tókst mínar syndir á þig og þú gafst þitt líf á krossinum fyrir mig. Ég hef brugðist þér á margan hátt. Ég bið að fyrirgefa mér. Ég bið að taka á móti mér sem barni þínu. Ég játa með munni mínum, Jesús er drottinn, og ég trúi í hjarta mínu
að Guð hafi vakið upp frá dauðum og þú lifir í dag. Ég gef þér mitt líf og ég vil fylgja þér. Ég þakka þér fyrir ég þitt barn. Ég tilheyri þér og þú elskar mig. Í Jesú nafni, amen, 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 amen. Þetta besta ákvörðun sem við getum tekið í lífinu. Þetta besta bæn sem við getum nokkuð tíma beðið. Af því að Guð, skapari okkar, hann þekkir þig og hann elskar þig og þráir að leiða þig gegnum lífið. Þráir að vera með þér þegar mótlæti kemur. Þráir að leiða þig gegnum storminn. Þegar Jesús sagði við lærisveinana að farið yfir vatnið, þá ætlaðist hann ekki til þess að þeir myndu stoppa á miðju vatninu af því að þar var stormur. Hann sagði farið yfir vatnið. Og hann vil taka þig í gegnum storminn. Þegar erfiðleikarnir koma, þá hann með þér. Hugsið ykkur þegar stormurinn kom á bátinn og lærisveinarnir þeir óttuðust líf sitt og Jesús svaf aftast í bátnum. Hann svaf á koddanum. Og þeir vekja hann og segja, þér alveg sama þótt við förumst? Vitið þið, það engin stormur sem hefði getað grandað þessum bát. Það engin stormur sem hefði getað grandað bátnum með Jesús innanborðs. Og það engin stormur sem getur grandað þér ef Jesús í þínu lífi. Af því að hann með þér alla daga. Hann segir, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Amen. Þetta svo Jesús sem við opnum hjarta okkar fyrir. Þetta sá Jesús sem býr innan með okkur. Þetta sá Jesús sem drottinn okkar og leiðtogi lífs okkar. Amen. Halleluja. Við skulum lofa Guð saman áður en við förum inn í Kaffi Paradís og fáum okkur kaffi og augum samfélag saman. Og ég ætla bara að minna aftur á, eins og Óli talaði skírnina á mánudaginn. Það ekki samkomi hér á morgun, á páskadag, heldur aftur á mánudaginn, annan í páskum 8:00. Og við verðum með stóra skírnalög aftast í salnum. Hún tekur miklu fleiri heldur en 4. Hún tekur miklu fleiri en 4. Þannig ef að þú hefur ekki tekið þetta skref að taka skírn, þá hvet ég þig til að taka þetta skref á mánudaginn. Taktu þetta skref, þetta yfirlýsing að þú viljið skilja gamla mannin eftir í vatninu, syndina og rísa upp sem nýr maður. Það segir, hið gamla var að engu og nýtt orðið til. Að við rísum sem nýr einstaklingur upp á vatninu, einstaklingar sem að fylgjum Jesú. Og þetta yfirlýsing sem við gefum, að við ætlum að vera einstaklingar sem að fylgjum Jesú allt okkar líf. Þannig ég hvet ykkur til að taka, ef þið hafi ekki nú þegar tekið skírn, tækifærið á mánudaginn. Ekki bíða með það. Tökum þetta skref. Tökum skírn. Amen. Halleluja. Guð bless ykkur. Hlakka til að sjá okkur á mánudaginn aftur. Lofum Guð saman. Lyftum röddum okkar til hans. Augum okkar til hans og lofum hann fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Krossdauða hans. Upprisu hans. Að hann tók syndir okkar á sig og hann elskar okkur. Amen. Lofum hann. Heyrið þið, veröldin öll megi sig, sér hver sá, jörð